Já, Gummi, fá hérna Valsmenn í heimsókn, vinni 3-2 í bara frábæra leik, hvernig svona líður? Mér líður heldur vel. Þetta var bara nokkuð góð frammistaða að mjög mörgu leyti. Byrjuðum leikinn ógeðslega vel, náðu þér að vinna sig aðeins inn í hann aftur. Svona heilt yfir fannst mér við sterkari aðilinn og sína á bara köflum mjög góða spilamennsku. Þetta svona bæði liðsandinn, aggressionið og bara spilamennskan hvernig við vorum með boltan sóknarlega mjög skemmtilegt á köflum. Þannig að þetta var svona glittir í hluti sem að við kannski viljum sjá meira af. Fyrir hálfleikurinn svolítið kaflaskiptið, þið byrjið gríðarlega vel, komist yfir. Eftir að þið komist yfir og tekur Valsmenn að þessi yfir leikinn og jafna, hvernig fannst þið svona fyrir hálfleikurinn? Sko, ég sammála því. Mér finnst við hafa tögl og haldir á leiknum og eins og segir skorum mark og það eru svona, veit ekki hvort við verðum aðeins passífur, við höfum átt til á þessu sísónu finnst mér. En samanskapið finnst mér þeir ekki verið eitthvað að skapa sér ykkur færi, kannski það vitleysi í mér og hlutdrægur en það var alltaf svona tilfinningin. En þetta kemur þetta mark hérna og við vinnum okkur aftur inn í það og já, bara mörguleiti góð frammistaða. Síðar hálfleikurinn, komið gríðarlega gíraðir inn í hann, hvað fóru yfir í hálfleik hjá með Jökli? Fórum yfir bara aðalega hluti sem við vildum gera, laga, gera meira af og tölum það sem við höfum talað fyrir leikinn að það sem hefur skilað okkur góðum frammistöðum hefur verið bara hard work og svona work ethic. Við erum með það góða fótboltamenn að þegar það grunnurinn hjá okkur og við leggjum inn vinnuna sem þarf og þá verður útkoman yfirleitt góð. Komist í 3-1 og var eitthvað svona, heldur menn að þetta væri komið, Valsmenn náttúrulega ná að minnka munin, heldur að þetta væri komið hann í stöðunni 3-1? Við vissum að það væri komið við vinnum. Nei, það verður stundum svona þeir púsið sér aðeins framar og það sem við hefum kannski mátt gera er að halda aðeins meira í boltan og láta þá hlaupa, ég tala ekki þegar þið missa mannavelli. En við klárum leikinn sem er bara flott, en því meira sem við erum með boltan því minni líkur eru að þeir skori, þannig að þetta er bara hjá mörgum liðum og hjá okkur stundum að það er ekki að vera passífur að setja hann upp og þetta eru við gerum út í það tækifæri til að gera það og tökum þá sensa en stundum er betra að standa aðeins á hann, að hreyfa hann og láta þá koma framar og skapa það ennþá stærri pláss til að fara í. 5 mörk í kvöld og rautt spjald, það bara áhorfendur fengu mikið fyrir aurinn í kvöld á laugardagskvöld í Garðabæ. Það ekki, ég meina, gerist eitthvað betra en að mæta í Garðabæinn og stemningu á laugardagskvöldi og svo getur fólk farið beint á djammið með 3 stig í vassanum eftir á. Ég meina, er ekki svona sem við viljum hafa það? Það held ég, en þú spilaðir hægri bak, mér varst það svolítið, ég spurði mig til fjölmiðlamennina hinum einn bara hliðin á mér, bara mér varst skemmtilegt að sjá þig hægri bak og stóðst það bara vel, hvað svona, ertu vanur að spila þessu stöðu? Takk fyrir það, ég hef alveg spilað hann eitthvað í gegnum tíðina, sem misjöfnum hlutverkum í rauninni en fyrir 2 árum með Stjörnuna var ég mikið í hægri bakverðinum og þá voru svolítið þessum inverted fullback pælingum, þar sem að kom svolítið inn á miðina og jafnvel stundum upp og spila alveg fullt af leikjum í hægri bakverðinum og það er mjög skemmtilegt að fá að fara hans fram og taka gömlu skólaskærin og svona, það er ógeðslega skemmtilegt og vissuleyti skemmtilega en hafsendin, þannig að ég fagna því að fá að koma aðeins meira fram á völlinn. Takk hérlega.